Já, velkomin í samtal á sunnudegi verkalýðsmál. Við höfum setið hérna undanfarna vikur og farið yfir sögu verkalýðshreyfingarinnar, ýmis mál sem að tengjast baráttu hennar, stéttabaráttu, velferðaríkið, jöfnuð og alls konar hluti með fræðafólki. En við erum komin að þeim kafla við tölurum við fólk í baráttunni. Síðustu helgi var Sólveig Anna Jónsdóttir hjá okkur og nú komið að Sonju Ýr Þorbjörnsdóttur, formanni BSRB. Og Sigurður Pétursson hér lóðs eins og vanalega. Sigurður, nú erum við komin í annan kafla verkalýðsbaráttunnar. Já. Það eru opinberir starfsmenn. Við vorum með það lagari kafli? Úr ASÍ síðast. Er það lagari kafli? Ekki lagari, nei, valla. Það kemur í ljós þetta með þáttinn, hvað kemur út úr honum. Okay. Já. Hvernig byrjuðu þetta? Sæl Sonja, Sæl. Velkomin hér. Eigum við ekki byrja á því að átta okkur aðeins á BSRB? Já. Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, heitir ekki það þá? Ekki lengur. Nei, það er nefnilega eins og VFR, það búið að gera ýmsar breytingar. En þú kannski segir okkur svona í byrjun hvaða félög standa að þessu sambandi, þetta er nú næst stæðsta verkalýðssamband landsins. Hvaða starfsgreinar eru það og hver eru svona helstu félögin sem að mynda BSRB? Já, við erum stærstu heildarsamtök launafólks á opinberu vinnumarkaði, þannig að við erum aðalega aðildafélögin að semja við ríki og sveitarfélög og svo eins og hefur gerst í gegnum tíðina að það hefur verið að breyta félagaformi á eins og Ríkisútvarpinu eða Isavia, að þetta fara frá því að vera bara ríkisstofnun, svona hrein, yfir í að vera einhvers konar opinbert hlutafélag. Þannig að þarna eru svona okkar landamæri, að eru 19 aðildafélög og þau eru, við tökum bara fyrst fagstéttirnar, að þá eru við með sjúkraliðafélagið, við erum landssamband lögreglumanna, landssamband slökkvilis- og sjúkraflutningamanna, tollvarðafélagið og svo Samhengi sem með langflestu félagsmenna, næstum helming af þessum 23.000 sem eru innan aðildafélag BSRB og það eru samblanda af starfsfólki sem starfar hjá ríkisstofnunum og Reykjavíkurborg, þess tvö félög sem að sameinast í Samhengi. Svo eru við þá með það sem við kallum bæjarstarfsmannafélög landið allt og þá eru starfsfólk sveitarfélaga í bara mjög fjölbreyttum störfum en stærstu hóparnir eru að vinna á leikskólum og í grunnskólum, þá svona eins og skólaliðar eða einhvers konar stuðningi, í frístundastarfi og íþróttamannvirkjum og svo framvegis. Þannig að þetta er svona í stuttu máli lýsing á okkar fólki. Þetta er greinlega mjög fjölbreyttur hópur. Já. Og kannski með mikinn launamun áreiðanlega með við starfsheitin og fleira. Það er mikið breytt í laununum innan BSRB, það er rétt, það er allt frá allra lægstu launum og svo upp í hærri laun. Svo eru við reynda með 2 félög líka sem eru þá starfa eingöngu hjá Isavia svona næstu því og það eru félag flugmálastarfsmanna Íslands og félag flugumferðarstjóra. Þannig að þau myndu toga meðaltali svolítið upp í laununum. Þannig að flugumferðarstjórarnir eru innan ykkar vébanda, já. Og við hefum ekki heyrt mikið þeirra kjarabaráttu síðustu áratugina. Nei, voru alltaf verkfalli. Það var mjög áberjandi hér 70-90. Já. Voru alltaf verkfalli. Og en það hefur greinilega komist einhver fríður á eða þeir eru þá sáttir innan ykkar heildarsamtaka. Eru þið með heildarsamninga fyrir öll félögin eða er það eins og hjá ASÍ að hvert félag hefur samningsréttin? Nei, það hvert félag með samningsréttin og það var breytt fyrir nokkrum áratugum síðan og ef við tökum eins og þetta þá er svona algengara að aðildafélögin taki sér saman undir hatti BSRB með einhver ákveðin málefni eins og við gerðum þá kjarasamningunum sem voru undirritaðir 2020 eins og varandi styttingu vinnuvikunar, varandi orlof og svona ákveðna þætti. En oftast hafa þau verið alfarið með launaleiðin sjálf og í kjarasamningsviðræðum þar á undan og þá tlamis var bara hvert og eitt aðildafélag að semja. Og svo, þegar við erum að taka okkur saman og þá þetta oft þau sem eru þá sameiginlega að semja gagnvart ríkinu eða gagnvart sveitarfélögunum en eins og flugumferðarstjórarnir og flugmálastarfsmennir semja bara oftast nær fyrir sig sjálfa og ekki að afhenda sitt samningsumboð til bandalagsins. Er munur á þessu eftir að komu þessi OHF félög eins og Isavia og einhver fleiri dæmi það að þá eru þið
að semja við starfsmenn sem eitthvað stað svona milli að vera opinberi starfsmenn og starfsmenn á almennum markaði. Já, því þá sem sagt, eins og Isavia og samtök atvinnulífsins eru með samningsumboð fyrir þau. Þannig að samningarnefndina sem að þeir mæta, raunverulega þessar samningarnefndir frá okkar aðildarfélögum eru þá SA. Sem að við höfum svona gert verulega rattöðsendir við okkur finnst ekki passa að fjármálaráðuneytið sé að borga samtökum atvinnulífsins fyrir að fara með gerð kjarasamningar, en það er kannski lengri saga. Þessi opinberu félög eru þá að greiða gjöld til samtaka atvinnurekenda. Já, nefnilega það. Kjöf mér á vart. en nú eru þið í kjara baráttu eða eru þið í samningum núna, er það ekki? Jú. Eru þið saman? Þá er kannski rétt að taka fram að þessi þáttur er tekið upp úr hádegi og föstudegi en sendur út á sunnudegi. Þannig að það er fræðilegu möguleiki, kannski ekki mikill, að Sonja hafi samið frá því að þáttur var tekið upp og þangað til hann sendur út. Já, það stendur þannig að það eru bara yfirstandandi samningafundir. Já. Og búið að vera mjög lengi. Mér undra það að BSRB, kennarasambandið og BHM eru búin að vera í karpúsinu, hvað er ekki bara vikum saman? Jú, þetta eru komnar ansi margar vikur og svona fleiri heldur en við hefum kosið, en það fylgir oft kjarasamningsviðræðum að þó að við séum að semja afmörkuð málefni af því að við höfum sagt að við séum tilbúin að horfa til þess að gera skammtímasamning eins og að gert á almennu vinnumarkaði vegna óvissunar og líka það er kannski ekki besta fyrirkomulega við semjum langtímasamning þegar það eru með skammtímasamning. Það er almennt þannig að almenni vinnumarkaðurinn er á undan þeirra kjarasamningar losna yfirleitt svona 4-5 mánuðum á undan samningum á opinberu vinnumarkaði og opinberu launagreiðendur mæta svo og eru bara mjög skýrir með það að viðmiðið sé sett á almennu vinnumarkaði, þannig að við erum oft mjög lengi að berjast gegn þeim sjónarmiðum og það tekur sinn tíma. Svo er líka svolítið flókið að eins og kjarasamningum þegar þeir eru gerður á almennu vinnumarkaði það er oft tvískipt hvernig launahækkunin er. Það að segja annars er taxta launahækkun og þá við það fólk sem að tekur launið er að taka mið bara kjarasamningum og það er ekkert mikið annað í boði, ekki yfirvinna eða eitthvað álíka til þess að hækka launin eða einhvers konar aðra greiðslur og svo er þá markaðslaunahækkun sem er yfirleitt fyrir þá sem er aðeins ofar í launastiganum. Og markaðslaunahækkun er þá að fólk taki ekki bara með að kjarasamningi, það er ekki bara bundið við það, heldur er að fá eitthvað meira í launaumslagið. Og við erum að reyna að fá þann skilning inn hjá launagreiðendum að næstu því allir opinberi starfsmenn, þetta er taxtalauna fólk. Það fer eiginlega enginn inn á kontor hjá sínum yfirmann og segir nú vil ég fá launahækkun, af því hún er bara ekki í boði, það er bara búið að ákveða hana í kjarasamningum. Þannig að þetta svona setur okkur ákveðna skorður að launagreiðendur opinberu vinnumarkaði segja að merki sér sett á almenna vinnumarkaðinum og svo snýst deilan það hvernig á að taka miða af þessum samningum. Og þetta eru þau núna, í þessari tókstreitu núna? Já. Búin að vera í nokkra vikur. En það er sem sagt samstarf eða þið eru saman í þessu með kennarasambandinu og BHM. Já. Hvernig er samstaðan þar? Eru sömu kröfur uppi? Já, af því að sem sagt, bæði voru náttúrulega með þá kröfu að það er gripið til aðgerða varðandi jöfnu launa milli markaða sem að kemur til út af samkomulagi breytingar á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna sem var undir þetta 2016 og þá átti þess að samræma lífeyrisréttindi milli almennu og opinberra. Þau voru hærri svona í heild sinni á opinberum heldur en almennum. Og átti að vera búið að nást, er það ekki bara 2024 eða eitthvað? Jú, átti að vera búið, sko. Það er ekki hannað, 2024, nei, það er ekki einu sinni byrjað. Og en á móti til þess að hækka upp og þá fengu þess að starfsfólki á almennu vinnumarkaði heildar launakostnaðurinn þeirra hækkaði það 3,5% þegar það fór inn í lífeyrissjóðina og þá átti það að vera á pari. Og þá var það eftir að við sáum þá úr mörgum könnunum að launamunurinn milli opinbera og almenna er opinberu starfsmönnum í óhag og svo eru þetta eins og vorum að fjalla minna mikið breytt í því og en hann hefur mælst að meðaltali 16,8%. Svo erum við sumastéttir sem að kannski ekki inni, eða það að segja að almenni vinnumarkaðurinn er jafnvel lægri heldur en opinberi og svo getur verið 20% munur á öðrum starfsstéttum. Þannig að þetta er ofsalega mikill fjölbreytileiki og það er svona verið að reyna átta sig á því hvernig ég að mæla þetta, hvort við getum sammælst það í fyrsta lagi og þá í öðru lagi hvernig ég að taka eitthvað skrefið þessa átt og af því að það hafði ekkert gerst í öll þessi ár eins og þið voru að nefna
að þá ákvaðum að taka okkur saman núna, BSRB, BHM og KÍ og segja við munum ekki undir þetta kjarasamninga nema að verði tekin einhver skref varðandi jöfnu launa milli markaða. Og svo eru, þú veist, að því það eru svo fá málefni undir þá í kjarasamningum, að því við erum að horfa til skammtímasamnings, að þá er þetta allt sömu málefnin. Þannig að við höfum bara verið mjög samstillt og þetta hefur gengið mjög vel og endaður vel að þannig að launagreiðendur og opinberu vinnumarkaði tóku sér líka saman. Þannig að þetta er 6 hliða samtal. Það er svo BSRB, BHM og KÍ og svo er ríki Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg. En stemmingin hjá stjórnvöldum er svolítið að launahækkanir hafi eiginlega verið of miklar? Já, ég fæ það ekki á tilfinningunni en það er náttúrulega bara mjög skýr skilaboð frá Seðlabankanum og reynda núna líka samtökum atvinnulífsins að það með enginn fara fram úr og þá er einmitt þessi skilsmunur á því hvernig að túlka niðurstöðuna á almennu vinnumarkaði og setja hana yfir opinbera vinnumarkaði og þar svolítið stöndum við föst. En það lítur þá að vera erfitt að ná þessari leiðréttingu inn í skammtímasamning. Það er umverulega ekki á kjarasamningsborðuna því þetta er sérstakt samkomulag en við hins vegar erum að reyna að nota kjarasamningana sem eins konar sperru, þú veist, að við munum ekki ganga til kjarasamninga nema að þið farið að taka eitthvað skref í þessa átt af því að það hefur ekkert þokað áfram. Og þá er nú kannski spurningin um svona baráttu aðferðir opinberra starfsmanna og þá helst BSRB og þá kannski ef við förum aftur í tíman þá voru náttúrulega opinberir starfsmenn ekki með samningsrétt, með verkfallsrétt réttara sagt, ekki fyrir 1976-7 eitthvað svoleiðis en síðan gerir BSRB mikið verkfall 1984 þar sem að BSRB er einmitt að reyna að brjótast út úr svona einhverju svona treyju sem búið er að búa til á milli hægri sinnaðra stjórnvalda og atvinnurekenda og svo almenna markaðarins og það verður mjög harðvítugt verkfall hjá BSRB 1984. Lengi verður í minnum haft. Sennilega verður í minnum haft í mörg áratugi enn því það var svo margt sem þar kom inn í og í framhald af því til dæmis var losað fjölmiðla frelsi í landinu og fleira í sambandi við útvarp og sjónvarp. En það var líka miklu meira vegna þess að opinberir starfsmenn fengu þarna í fyrsta skipti kannski að prófa ákveðnar aðferðir, sanna tilveru rétt sinn og sanna mikilvægi sitt og þó svo að sumar stéttir innan opinberra starfsmanna hafa náttúrulega ekki haft alvöru verkfallsrétt eins og lögreglumenn og sjúkrahússtarfsfólk og fleiri en þetta hafði miklar afleiðingar á 9. og 10. áratugnum. Svo komu kennararnir og tóku eiginlega við sem framvarðar hér svona í verkfallsaðgerðum að mörgu leyti. Nú er orðið svolítið tími síðan og opinberir starfsmenn hafa farið í svona einhverja stóra deilur eða gripið til stóra aðgerða, getum við sagt. Við vorum búin að skipuleggja og búin að fá samþykta býsna stóra aðgerðir í tengslu við kjarasamningan sem við gerum 2020. Þá var eins og ég nefndi aðal baráttefni var að fá innstyttingu vinnuvikunar og það gekk mjög hægt og við vorum búin að vera við kjarasamningsborði yfir ár og fólk auðvitað bíða eftir sínu launahækkunum og sömuleiðis það vantaði eitthvað bara til þess að knýja á að viðsemjendur myndu setjast fyrir alvöru við borðið á okkar mati og það er kannski líka það er miður að það þurfi svona yfirleitt allavega að hóta þessu til þess að það gangi eitthvað og þannig að fólk sem vil tala niður verkfallsréttin og fyrst þetta að vera barn síns tíma og svo framvegis, ég held að það þekki ekki raunveruleikann við samningsborðið að þegar þú sest niður og við leggjum fram okkar kröfur að þá getur þetta atvinnurekendur bara einfaldlega sagt nei og svo geta það bara haldið sig við það nema við grípum til einhver aðgerða. En þá átti þess að þá tóku öll aðildarfélögin sig saman og það átti að fara í svona skæru sem átti að stigmagnast og þetta var þvert á öll aðildarfélögin þannig að þetta hefði getað endað með sambærilegum hætti eins og 84 að bara allir hefði lagt niður sín störf og það hefði svona haft verulega áhrif á samfélagið en síðan erum við þannig ástandið þarna því að maður er svolítið öðrum heimi þegar maður er alltaf þarna í húsakynnu ríkissáttasemjara og er bara að reyna að semja og er bara að tala við fólki kringu sig og sitt bakland að þá er svona stöðut að koma til okkar beiðnum að landlæknir fá að tala við okkur og við heldum nú ekki, við værum nú bara í kjarasamningsgerð og hefðum ekkert með þetta samtala að gera og svo var alltaf verið að flytja okkur fréttir að því að það væri nú svolítið flókið að því að hluta okkar fólki sem alltaf í verkfall var heilbrigðisstarfsfólk
þó að þau hafi eins og þið segið, það alltaf lágmarksmönnun þó þessu í verkfalli, en það þetta hefur samt, að býtur samt verkfalli. Og síðan sem sagt þegar við erum svona að komast þarna á lokametrana og þá erum komin í ágreiningum launaliðin, að þá fyrir okkur nú að verða ljóst að þetta væri kannski meira heldur en bara einhver flensupest, af því að fréttirnar voru svona skýrast dag frá degi hvað áhrif þetta myndi hafa og það komu svona ákveðnar óskir frá bæði bara stjórnvöldum og landlæknum að fá að koma að tala við okkur sem að við reynda bara þverneituðum allan tíman þó við værum svona taka síman inn á milli. En þá var nú svolítið ljóst að það væri mjög flókið að fara í stóra verkfallsaðgerðir svona akkurat þegar hún var að banka upp á og eins og þau muna á þeim tíma enginn vissi neitt og á svona mikill ótti í samfélaginu. Þannig að við sem betur við bara náðum svona nokkuð dögin okkar markmiðum, hefðum við þetta vilja ná lengra eins og alltaf en þetta var tímapunktur til að láta staðan numið. En þetta svona samkomulag sem reynt að þröngu upp á ykkur að almenni markaðurinn eigi að semja fyrst við samtök atvinnulífsins og það sé eiginlega meira og minna það sem þið eigi að sætta ykkur við. Sættið ykkur við þetta eða sjáu þið fram á að þið getið fyrir brotist út úr þessu eða? Sko það hefur náttúrulega aldrei neitt sætt sig við þetta af því að ef við skoðum launasetningu á vinnumarkaði þá sjáum við að launastigið hjá starfsfólki sveitarfélagi langlægst. Við erum með þá svona örfáa stéttir að verkafólki á almennu vinnumarkaði sem á svipuðu stigi en heilt yfir og þá þetta mjög svona þröng spönn þú veist það ekki mikil dreifni í launum hjá sveitarfélögunum og við lítum þannig á að þau sé einfaldlega bara ekki samkeppnishæf fólk. Svo ríkið þarna aðeins ofar en það þetta fólk í svona æðstu stjórnendastöðum sem að togar upp svona meðaltalið þannig ekki þar með sagt að við teljum að séu sanngjörn eða réttlátt laun fyrir þá vinnu sem inn af hendi og sko 2/3 hluta starfsfólks hjá ríki og sveitarfélögunum eru konur og að sama innan sem sagt BSRB, ég held að sé hærra hlutfall félagsfólks innan kennarasambandsins sem eru konur og þetta eitthvað staðar í kringu 60-40 þar sem 60% konur hjá BHM ef ég man rétt. Það þetta svona innbyggt vanmat á þessum störfum þar sem að þú ert að gefa af þér persónulega og þú veist ert að sinna menntun eða einhverju þjónustu í heilbrigðisþjónustu mönnun og svo framvegis. Þannig að þú veist, ef að það ætti að vera þannig að við værum alltaf bara að semja launaþróun hver skipti sem til að tryggja eða svona verja kaupmátt fólks, að þú getur raunverulega haft það sama milli handana til að gera vonandi meira heldur en að kaupa þér í matinn, að þú veist, það ekki til umræðu að taka bara það í kjarasamningu hverju sinni. Og þess vegna höfum við þetta sett mjög á oddi núna, kröfum að það þurfa að endurmeta virði kvennastétta, að þegar við teljum að þar séu stærsta misréttið og það verði líka stærsta stökkið í áttina því að útrýma launamisrétti kynjana og við stöndum okkur ekkit betur heldur en önnur Evrópulönd á meðaltali þegar kemur að launamisrétti milli kynjana þó við séum alltaf að toppa einhverja lista, alþjóðlega lista jafnrétti sko. Þannig að þetta svona eitt af stóra baráttumálinu fyrir utan að við höfum líka og mér finnst það svona oft svona eins og við sjáum áramótin þegar við sjáum sögu ASÍ og vörðurnar sem hafa orðið á leiðinni, hvort sem það er orlof eða veikindaréttur og svo framvegis, að við viljum að í hverjum kjarasamningi sé einhvers konar svona varða varanlegar breytingar sem að gagnast launafólki hvort sem í gegnum kjarasamninga eða líka bara í gegnum aðgerðir stjórnvalda. Það er svona lífsgæða baráttan í heild sinni og við söknum þess svolítið og erum auðvitað stöðugt í samstarfi við líka þá ASÍ og svo BHM og KÍ hvernig við getum saminast þetta og þegar við erum samfærð það að við náum best í gegn ef við erum samstilt. Þetta eitt af því sem við höfum svona aðeins tæft á í þáttunum hérna hjá okkur að hvað stjórnvöld hafa sloppið vel, má segja, í svo ríkisstjórnin núna í kringum þessa samningagerð og þrátt fyrir verðbólgu, ástandi á húsnæðismarkaðnum, staðan í skattamálunum, að það ekki komin fram svona almennilega kannski almennilega þrýstingur frá verkalýðshreyfingunni lagfæringar og umbætur. Og sérðu ykkur geta tekið frumkvæði í því í ykkar samningagerð eða í einhverju samstarfi við ASÍ-félögin? Ég held að þú veist það kannski ekki mikið tækifæri til þess þegar maður horfir til skammtímasamnings. Við erum þetta í stöðu samtali við stjórnvöld. Ég held að stóra mómenti hefði þurft að vera þegar ASÍ samdi og kannski ef ég svona
Ég líka eins að vera að velta fyrir mér sko umræðina því að þú veist það er stundum svona eins og fólk líti aðeins í þeim augum að þetta sé vita gagnslaust. Sko hlutverk heildarsamtaka launafólks meira í því að sameina sína aðildarfélög og síðan þvert á meðal launafólks og annarra samtaka og að beina kröfum sínum að stjórnvöldum. Og þegar að fólk í þeirri vinnu og það þarf að undirbyggja mjög vel, þú veist, ég segi ofta sá sem er best undirbúin, hann vinnur og þá þarf maður einhvern veginn að tala máli þeirra sem að verið að eiga við hverju sinni og það þýðir einfallega bara það þarf djúpar greiningar og það þarf að varpa ljósi á stöðu ólíkar að hópa og hvað þurfi til hverju sinni. En þegar að náttúrulega aðstæðnar eru eins og það voru innan ASÍ að fólk var ósammála svona hvaða leiðir ætti að fara og jafnvel bara svona efasemtur það að ASÍ var að þjóna sínum tilgangi að þá eru þetta erfitt að ná fram einhverjum breytingum. Við svona, ég held að það hafi vonandi allir lært bara svona svolítið af því og ég vonast og við finnum það líka í samtalinu núna það viljið til þess að sækja fram og við erum stöðugt í þessu samtali en stóru mómentin koma alltaf eins og ég sagði áðan, að maður getur sest á móti einhverjum launagreiðanda eða þá stjórnvöldum og þau segja bara nei nema maður hafi eitthvað svona raunverulega til þess að knýja á það auðvitað við megum ekki fara í verkföll vegna krafna á stjórnvöld en við getum farið í verkföll vegna krafna á launagreiðendur. Sem ekki hægt að mæta nema að stjórnvöld komi og bæti kjör almennings með öðrum hætti. Já, þau geta komið og liðkað fyrir gerð kjarasamninga með þeim hætti, já. En kannski mestu vonbrigði haustsins það að það var farið í skammtímasamninga því að með skammtímasamninga þá telja stjórnvöld sig ekki þurfa að koma mikið til móts við. Já, ég held að það hefði alveg verið hægt að reyna að fá að þau við erum búin að vera vinnaði mjög lengi og þau hafa tóku mjög lítið skrif okkar mati en þó eitthvað í áttina þegar beturbæta barnabótakerfið. Það hefði verið stórt atriði til þess að komi núna þegar við vitum að þau eru stefna eitthvað til framtíðar og vildum bara hraða því og erum svo sem áfram að krefja þau það og ASÍ stendur þar með okkur eða við erum bara öll saman í því. Þau komu þetta með tilteknar aðgerði varandi húsnæðismál og við svona sameiginlega getum alveg sagt að við höfum náð okkar markmiðum en vandinn við húsnæðismálin þetta að þú byggir ekki hús á einni nóttu. Þannig að þú leysir ekki þennan vanda sem að fólst í því að það var ekki byggt nægilega mikið árum saman og þörfin var svo mikil. Mér finnst þess að stjórnvöld séu svona aðeins að koma til og svona minnstu tala með öðruvísi hætti leigubremsu, sömuleiðis eru þau búin að átta að sjá að markaðurinn mun ekki leysa allt, það er auðvitað það sem við erum búin að vera að reyna að koma inn í allan tíma að það þarf félagslega lausnir og það var eins og að væri lengi vel einhverjum miskilningur það væri þá bara að vera að tala húsnæði fyrir þau sem eru kannski jafnvel utan vinnumarkaðar eða hafa ekki efna á að reka húsnæði en við erum að segja að við viljum tryggja öllum húsnæðisöryggi saman hvaða stöðu þau eru. Einn hópur sem að mér finnst svolítið gleymast í þessu og barnabæturnar hefðu gagnast mjög vel og það eru einstæðir foreldrar. Þeir eru eiginlega aldrei í umræðinni og við sjáum það á könnunum vörðu, rannsóknarstofnunar sem vinnumarkaðin sem ASÍ og BSRB eiga að 52% einstæðra foreldra eiga erfitt með hann á endum saman og svo reynda líka þriðjungur launafólk sem að mér finnst stjórnvöld ekki sína mikinn skilning og svo ef við förum yfir öryrkja þá eru 8 af hverjum 10 sem er auðvitað undir saman eða 9 af hverjum 10 eða eru einstæðir öryrkjar. Það er býsna alvarlega tölur. Tengi ekki við fátækt eiginlega, það eru öryrkjar, einstæðir foreldrar, láglaunafólk í þessari röð. Og fólk á leigumarkaði, eldra fólk ef það er á leigumarkaði. Men þú nefndir stjórnvöld og húsnæðismálin og leigubrems og fleira. Stjórnvöld lofuðu leigubremsu í tengslu við lífskjarasamningin 2019 og hafa ekki staðið við það. Nei. Og þau eru alltaf að lofa ykkur stjórnvöld og standa svo ekki við það. Þau fóru þetta í einhverja frumvarpsvinnu varðandi það og ASÍ var ekki sátt við hvað þetta var að lenda, náttúrulega bara SA var að leggjast að fullum þunga á móti og oft þegar þessar aðstæður eru svona, þegar við erum í mjög mörgum svona samstarfsnefndum það sem eru fulltrúar launafólks og fulltrúar atvinnurekanda og svo eru þá stjórnvöld sem að stýra og stundum þarf það bara einhverja pólitíska afstöðu, þú veist, ef við náum ekki saman aðalega vinnumarkaðarins að þá þarf einhver að skera á og það var ekki gert í þetta það var gert, það var stjórnvöld skáru á deiluna og tóku afstöðu með samtökum atvinnulífsins og leigubrensa varði ekki.
Þannig það er bara þannig. Ég er ennþá að binda vonir við að þau séu aðeins búin að átta sig. Það er auðvitað það sem er óþolandi í þessu er hvað hlutinni taka oft langan tíma. Hvað maður er að segja sama hlutin í mörg ár áður en að það einhvern veginn síast inn. Það er hryllilegt fyrir fólki sem er á leigumarkaði. Það er alltaf einhverju sem græða á því náttúrulega að það sé ekki gripið til aðgerða og frestað. Og stórir hagsmunaaðilar og eru vel undirbúnir með mikla greiningar og mikla peninga til að auglýsa sig og koma sín á framfæri og þess vegna þarf þetta sterka og sameinaða verkalýðshreyfingu til að berjast á móti. Það er enda þraut sem er hérna í þessu þætti og öðru þáttur sem höfum við rauðaborðið sem er þessi. Hvernig stendur á því að SA er á móti leigubremsu og leiguþaki þegar að óregluvæddur leigumarkaður veldur því að fólk kemur til SA og heimtar hærri laun. Af hverju vendaðu ekki hagsmunni sinna félaga gagnvart meiri launahækkunum, fórna þeim fyrir þá örfá aðila sem eru út á leigumarkanum og eru að braska og græða því? Já, ef ég ætti svarið því þá værum við að betri stað. Við höfum held ég bara öll lagt fram þessar spurningar ítrekkað og endalaust og líka sko að þau minnstu almennt þess að leggjast gegn öllum bara breytingum á félagslegum toga sem að við erum með, hvort sem það eru barnabætur eða að það sé verið að nýta skattkerfi sem raunverulegt tekjuöfnunartæki og bara alveg sama hvað við nefnum og við höfum spurt þessara spurninga á móti. Mín ágískun er svo að þeirra viðmið sé bara það megi ekki hækka skatta og þau vilja auðvitað bara minna regluverk á sín fyrirtæki. Það sé bara alltaf megin afstæðan. Alveg sama þótt að skaði þá raunverulega. Já. Þú veist, að þau sjá það ekki þannig. Þú veist, að maður nægir aldrei einhvern veginn að loka hringnum alveg. En ég ætla ekki, þú veist, það er náttúrulega mjög oft sem við verið í einhverju og þeir hafa verið algjörlega á móti einhverju og svo, þú veist, þeim tekst líka stundum að skipta skoðun en svona óþarlega seint á mínu mati, en ég ætla ekki að segja þessu oft. Já, og þetta hefur nú komið svo sem verið línan kannski síðustu 40 árin eftir að nýfrjálshyggjan náði svona yfir tökum í hreyfingu atvinnurekenda og stjórnmálahreyfingum þeim tengdum að segja í raun og veru nei við öllu sem að þýðir miskusti aukin útgjöld ríkisins og þar á meðal alls konar jöfnunaraðgerðir og þetta virðist nú ekki ætla að breytast nema þá fyrir þrýsting sem neyðir þá til þess þannig að ykkar samstæða þá ASÍ félagana og BRCB og opinbera geirans virðist að vera kannski eina vonin til sem svona öflugarar fjöldahreyfingar til þess að fá einhverju breytt en aðeins kannski að öðru sem að þú nefndir áðan að þið eruð með mjög fjölmennar kvennastéttir innan ykkar raða og stór hluti af þeim eru láglaunastéttir Nú eru líka láglaunastéttir á almennamarkanum og kvennastéttir, fjölmennar eins og til dæmis í Eflingu og fleiri félögum. Já, og bara og verkamannafélögunum, landið allt, almennu verkalýðsfélögunum. Hefur verið svona samstarf þarna á milli að reyna að leiðrétta þessi kjör eða hefur verið svona innan þessara samtaka BSB eða ASÍ hefur það verið samstaða breytingar á þessum hlutföllum. Það er að segja þetta þýðir þetta að ef þú hækkar lægstu launin eins og hefur nú verið gert stundum að þá þurfa kannski einhverjir að bíða eftir að fá sömu hækkunir. Hefur verið samstaða eða samstarf á milli ykkar þetta? Þetta er erfið spurning. Ég veit. Ég ætla bara að vera hreinskilin. Ég held að við sem bara komin á þann tímapunkt að þetta samfélag þarf að breytast til þess að við náum einhverjum árangri. Aðildarfélög ASÍ, auðvitað byrja á því að semja á almennu vinnumarkaði eins og vorum að ræða á þann. En síðan eiga þau líka býsna stóra hópa á opinberu starfsfólki á allra lægstu laununum innan sinna félaga. Ég hef upplifað þannig að það hafi lengi vel ekki verið neitt vilji til þess að reyna að fá fram réttlátar eða sanngjarnar laun fyrir opinberu stéttirnar af því auðvitað er þetta erfið staða að þú segir við hópiðin sem er almenna vinnumarkaðanum að þú ætlar að semja betur fyrir hinn en ég held líka bara ef að við ætlum raunverulega að ná einhverjum árangri til þess að bæta lífsgæði þá verðum við að þora að taka þessi erfiðu samtöl af því það er alveg ljóst að þú ætlar að bæta lífsgæði eins hóps eða bara lyfta honum upp þannig að nái upp að einhverjum öðrum
að þá þarftu að taka það samtal og það náttúrulega breyttist með kjöri Sólveigar Önnu en sko innan ASÍ að þá svona mér finnst það öðruvísi heldur en innan eins og BSIB eða jafnvel BHM og KÍ þó ég þekki ekki jafn vel en sko við búum öll í kynjakerfi og við horfum með þeim glerugum á samfélagið allt og það ég meina við ennþá í samtölum bæði innan verkalýðshreyfinganna líka við stjórnvöld og síðan við launagreiðendur þar sem að þeir sjá einfallega bara ekkert að því að það sé verið að greiða kvennastéttunum eða þú veist að launin þeirra séu á afslátt á kjörum þráttur að við séum með rannsóknir og sína þetta beinlínis, það væri ekki hægt að halda upp þessari velferð sem að Norðurlöndin einkenna sig með og státa sig af ef ekki væri fyrir þetta og við erum í þeirri stöðu að konur eru þá í þessum lægri launum að sinna störfum sem að áður tilheyrðu eða voru unnin inn á heimilunum það bera ennþá megin þungan af ólaunuðu störfunum svo kalluðu innan heimilana þær eru líklegri til að glíma við skammtíma og langtíma veikindi konur yfir 50 eru stærsti hópur þeirra sem að koma inn á örorku og það þýðir einfalda bara sem ég var nefna á að þau horfa fram á það að búa við fátækt eða svona aukur líkurnar á því þú veist samfélag sem við búum við það var hannað af körlum og fyrir karla því þá voru konur heima og þessar hugmyndir það eima áfram svo sterkt að það þarf stóra viðhorfsbreytingu og ég held að opinberu samtök launafólks séu komið þangað en ASÍ ekki þrátt fyrir ötula baráttu eins og Drífu eða Sólveigar Önnu eða annara kvenna sem eru þarna innan en það ná ekki yfirhöndinni og það eru þá svona reynsluheimur kalla sem í forgrunni áfram. Þannig að barátta kvenna líður fyrir það að hún háð í félögum með köllum. Já. Það væri eiginlega betra fyrir konunnar að geta hótað verkfalli og aðgerðum einar og sér. Og það náttúrulega hefur verið mjög lengi í umræðinni. Ég meina verkakvennafélögin sem voru stofnuð og sko að lesa sögur þessara kvenna og hvað það stóðu frammi fyrir rosalegt. Þú veist þá, maður eiginlega fær svona hvað eru við að kvarta en þú veist, sem betur heimurinn breyst en hann ekki orðinn góður ennþá og þá heldur maður áfram að berjast. Já, það heldur maður áfram að berjast. Og ég meina, og þær hafa lýst því, ef við tökum þessar sem voru stofnaverkakvennafélögin, að þær höfðu miklar efasemdir að það hafi verið rétt að sameinast inn í önnur félög, að því alveg svo við lesum líka og sögu kvenna úr pólitík, þegar, þú veist, sjónarmið kvenna ná aldrei yfirhöndinni og ef þú ætlar að leiðrétta skekkju, þá verður að leyfa einhverju tíma að vera þar sem að það bara, við ætlum að einbeita okkur á þessu og setja þetta efst á listan. Og þessi tími gæti verið kominn. Hann komin, það bara þannig. Að konur þurfi í verkefnisbaráttunni að búa til alþjóðsamband kvenna, ná þessum kvennafélögum og fara út í sérstakar aðgerðir. Ég held kannski meira kvennalistin í verko. Tíminn sé komin fyrir konur að berja í borðið og segja að þetta sé nóg komið, það sé komið að því alveg sama að hvaða kyni við erum, að það þurfi að setja þetta í forgrunn. Það sé búið að líða fyrir það í svo langa tíma. Við erum að tala það var alveg fram á 1977 sem voru sérstaklega kvenna og kalla takstarinn ASÍ. Það eru dæmi kjarasamninga þar sem að var að semja beinleinis með það út frá því að kallar væru fyrirvinnur. Og þú veist, þessar hugmyndir eima ennþá einhvern veginn og hafa áhrif á ákvörðunartökuna. En ég spyr svona því að þú sagðir áðan að þegar maður sest að samningsborðinu þá verður maður að hafa svona eins og hótunum aðgerðir og til þess að konu nái þessari leiðréttingu þá verður það reyna að hafa einhverja möguleika á að geta komið þessu í gegn með aðgerðum og það erfiðara þegar konunnar eru lokaðar inn í karllægu ASÍ til dæmis. Já, og svo er svona spurning sko hvernig þið vilja takla þetta. Ég meina ef við tökum með svo stjórnmálahreyfingarnar að þú veist þegar kvennalistin stofnaður þá hann stofnaður ekki síður til þess að koma þessum hugmyndum að framfæri í samfélaginu. En það eru nú þegar mjög mörg stéttarfélög og sko landamærin á milli okkar algjörlega horfin. Þú veist við eigum mjög mikið af fólki sem í sömu störfum eins og í Eflingu eða verkalýðsfélögunum bara landið allt innan ASÍ og ég finnst, þú veist, ég held að þetta sé hagur atvinnurekanda að við séum ekki með sko svona einsleitan hóp á hverjum stað sem við erum að berjast fyrir hagsmunum. Þannig að ég held að við náum lengra saman en ég held við þurfum þá að sammælast það
að núna verði þessi barátta í forgrunni. Ég ekki viss að þetta kljúa sig frá, sko, muni endilega gera okkur betur stödd. Þú veist, ég held að þetta sé samvinnuverkefni. Ég fann til með ykkur að þurfa að eyða allum tímanum í að sannfara félaga ykkar kallana. Það óþólandi verkefni. Það algjörlega óþólandi. Það setja þetta á oddinn og þá eigið þeir eru búin að því að þá þurfum við að fara með það til viðsemyndingar. Já. Þetta svona óþarfa hindrun sem í þessu. Þetta óþarfa tímataka en stundum verðum að bara taka verkefnunum eins og eru og bara stíga yfir það. En að þú segir að það sé kannski hagur viðsemyndana að hreyfingin sé ekki samsett úr hópum sem eru einsleitir og upplifa sameiginlega hagsmuni og eru oft baráttuglaðari til þess að leiðrétta sína. Þið hafið það í BSRB svolítið sín yfir þetta. Þið eru með félög þarna sem að það var nefndir flugumferðarstjórarna á hann sem að fara bara sá hópu fyrir bara einn í verkvall og svo eru þau með hópa sem eru samstæðari. Getur þú séð þetta á BSRB að hópar sem eru einsleitari að þeir nái kannski betri árangri? Sko eins og flugumferðarstjórar alltaf svo varst að lýsa, þú veist þeir fóru hann í verkvall þannig að þeir voru svolítið búin að sína vel hvað áhrif það hefði ef að þeir myndu leggja niður störf eða jafnvel þó að væri bara yfirvinnubann sem þeir notu oft líka. Þarna held ég við séum líka komið sko svolítið út í mat stjórnvalda á því að þú veist hvert verðmætið í þessu, þú veist þeir geta stoppa flugumferð til Íslands og þá strax einhvern veginn, en sko já, niðurstaðan í þeirra baráttu er orðið svo að þeim gengur oft betur að semja og hraðar heldur en öðrum. Ég ætla ekki að segja til það hvort þið telli sér vera ásættanlegum launum en þú veist, þetta allavega eins og tökum við eins og hjúkrunarfræðinga eða ljósmaður og fóru hérna í harðvítu að deilur og það skilaði ekki eins og nálægt þeim markmiðum sem var stemt, sko. Þú veist, en þú sérð það frekar hjá kallastéttum heldur en kvennastéttum, þannig að þarna ertu aftur komin í kynjakerfi hjá viðsemyndum hvað eru tilbúinir að gera. Við höfum samt, þú veist, ég vil meina bara þannig búið til einhverja vonaglætu hérna, þó ég sé líka, ég vil gera konur reiðar og þær berja í borðið og fari að breyta þessu, að þá erum við, þú veist, við lögðum grunn að einhvers konar, að þau verum að reyna að undirbyggja svona samfélagsátt að kvennastéttina verði í forgrunni og það eru verið teknandi breytinga og þá, eftir þessum aðferðum, að þeim að þarf að fara eftir þeim aðferðum sem að viðsemjendur í eða stjórnvöld. Þannig að við fórum í samstarf á vegum forsætisráðuneytisins og þar eru við öll, ASÍ, BSRB, BHM og KÍ og þá hérna ríki og sveitarfélög og samtök atvinnulífsins þar sem vorum að meta þetta allavega og leggja fram tillögur hvernig mætti endurmeta virði kvennastarfa og þó það hljómi ekki eins og mikið pönk að þá sjáum við það út frá rannsóknum að það er með því að gera virðismat. Þú veist, þú þarft að fá einhverja kortlagning á hvernig störfin eru í heilsinni og segja, byrju, hörðu, hvað er halloka? Hvernig, þú veist, ef að lyfta upp og til samræmis við hvað? Og það er í svona gangi og ég finn bara þetta býr til aukna þekkingu. Það er líka hluta þessu, það er þroskaferli. Að toga aðeins fram þekkingu hvers og eins og bara svona hvað augum þeir líta á hlutina. Að það eru svona fleiri og fleiri sem áttast á því að það er mikilvægt verkefni að endurmeta virði kvennastarfa en þetta gengur náttúrulega bara allt og hægt. Nú er svolítið eins og hérna, með leiðrétta mun á milli markaða getur verið vilja yfirlýsingar sem að síðan það þarf töluvert til þess að fylgja þeim eftir að koma eitthvað út úr þeim. Já, sérstaklega svo þarna þetta er út fyrir kjarasamningarna raunverulega, þannig að hvað hefur til þess að þrýsta á að verði gert sko. Nú hefur það nú sannast að margt af því sem að hefur náðst fram í verkalýðsbaráttunni hefur náðst fram með lagasetningu á Alþingi. Og oft er það nú þannig að hugmyndafræðin skiptir miklu máli og eins í því sem þú nefndir áðan með kvennastéttirnar og hvernig er hægt að leiðrétta stöðu þeirra, kannski köllunum, að ef að hugmyndafræðin er ekki þannig að hún stuðli að jöfnuði eða einhvers konar réttlæti, að þá verðist nú mjög lítið nást fram. Og það má segja að verkalýðshreyfingin og stjórnmálin hafi ekki átt mikla samleið síðustu árin minnstakosti og að svona sameiginleg hugmyndafræði að knýja fram breytingar hafi ekki náðst fram. En ég er að nefna þetta sem formála að öðru sem hefur stundum verið nefnt í gegnum tíðina og það er að ASÍ og BSRB sameinist í ein samtök, heildarsamtök. Hvað segir það? Sko, þetta er nefnilega aldrei rætt innan BSRB en ég sérst byrjaði BSRB 2008 og það er svona að mjög stór hópu fólks innan hérna ASÍ sem að bara hvers skipti sér rekst á að förnum vegi þá kemur þetta svona í forbjófartin hvenær ætlum við svo að sameinast og hérna
þú veist, svo ég segi bara mína persónlegu skoðun. Við vorum að ræða hérna áðan, mismunandi sýn á það, hvað við setjum í forgang í okkar kröfugerðum, hvernig við svona metum reynslu heim kvenna og kalla og ef að ég fengi einhverju ráðið þá myndum við aldrei saminast aðeins í fyrir að þau myndu setja konur fremst á því. Það bara þannig. En ég ekki einráð. Nei, það verður aðeins í myndi saminast inn í BSRB, það verður betra. Já, það verður betra. Þá takjum við feministka hugmyndafræði. Já. Já, en þú kannski þekkir það, ég meina, ég bara séði gegnum tíðina hvað þetta kemur þessu hugmyndafræði. Þetta komið upp öðru hvoru gegnum tíðina, en aldrei orðið neitt svona aðkallandi. Ég veit ekki almennilega hvaðan hugmyndirnar hafa komið, en ég myndi eftir þetta sé nú svona meira, þegar að ASÍ-félög og BSRB-félögin fóru að eiginlega vera inn á sömu vinnustöðunum. Já, líklega. Það er fólk eins og nefnir, það eru nokkra stéttir sem fólk velur sér bara félög og í raun og veru á sömu vinnustöðunum að vinna sömu störfin en svo í sitt hvoru sambandinu. Og ég man þegar ég byrjaði þá var svona miklu meira svona stéttarfélögin voru svolítið að horfa til þess að bara reyna að ná inn eins mörgu félagsfólki á hægt væri, bara the bigger the better var svolítið hugsunin. En mér finnst vera meira og betri samstæða það núna milli ASÍ-félag og BSRB-félag að þú veist, það ekki það sem skiptir máli, þú veist, það samtakamátturinn. Þannig að BSRB-félagin segja bara mjög stíft nei við fólk sem á heima í ASÍ-félagunum og öfugt. En hins vegar náttúrulega ákveðin saga fyrir mjög mörgu og ég meina ástæðan fyrir því að því það náttúrulega kom mjög oft til umræða hvort að sókn sem núna inn í Eflingu ætti að ganga í BSRB að þau eru stofnuð utan störf hjá ríkinu en eru stofnuð bara áður en að BSRB stofnað, skilji, þú veist, þess vegna farðu inn í ASÍ. Þú veist, hvort að svona þessi sögulega áhrif að skipta meiri máli eða hvort að við ættum einfallega bara að taka mjög opið samtal og bara stokka upp á nýtt. Ég ekki vissum að nokkur sé þeirra skoðunar að við hefum komist að þessari niðurstöðu eins og hún í dag. Þú veist, þannig að mögulega það líka efnið við samtal, en það eru mjög margir innan verkalýðshreyfinganna sem mjög annt stólana sína, svo maður segir það bara hreint út, þannig að það geti líka orðið erfitt samtal. Jáft erfitt og sameina sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Heldur betur. Já, og sameina verkalýðsfélög á almenna markaðnum, það hefur kostað líka ýmislegt. BSRB hefur kvarnast upp, einu sinni voru kennararnir að inni. Já. Og náttúrulega líka háskóla stéttir sem að fóru út. Þessi hópur sem núna í karpúsinu, það mætti alltaf spyrja af hverju ætti þetta ekki að saminast í eitt stort svona ASÍ hinum einn. Opinbert ASÍ. Og það svona líka hluti af svona stöðu gríni að ég segi þessu velkomin aftur heim og þá segja þau bara eitthvað á móti, við stofnum eitthvað sem heitir eitthvað annað, samafli eða eitthvað álíka. Þú veist, en þetta næri aldrei neitt mikið lengra heldur en þetta samtal. En ég hef líka reynt að spyrja BHM að því, ég segi hver sú sérstaða sem felst í því að vera háskólamenntaður í samfélagi í dag. Þú veist, ef við erum að meginstofnum til með fólki á ríki og sveitarfélögunum, þá okkar samtakamáttu þar, það meira líkt með okkur heldur en ólíkt. Þau eru með stóra kvennastéttir hjá sér sem eru bara mjög nálægt okkur og þú veist það eru geirarnir sem íta fólki niður svo sýsla með peninga eða eitthvað álíka þá ertu bara í betri málum þú veist þannig að þetta það sem sameiginlegt þannig að maður frekar að horfa geira heldur en hvað námið þú hefur lokið fyrir utan það þegar við erum að horfa inn í framtíða vinnumarkaðina þá bara svolítið önnur atriði sem að munu koma fólki áfram í lífinu heldur en bara háskólamenntun En þessi umræða umræða ekki í gangi Nei. Þetta er system sem eru orðið til og það bara reynt að vinna með það og ekki endilega skynsamlegast ég myndi enginn halda því fram að þetta sé skynsamlegast ekki kerfið en við sittum við með það það þú veist, eins og ég að lýsa það mjög ólík menning innan allra þessara bandalaga þannig að ég eins og staðan í dag öllu óbreyttu að þetta snýst mjög mikið persónuleikundur svo ég segi það bara hreint út að þá ég ekki viss og nú ég aftur að tala mjög persónulega því að þetta hefur bara ekkert verið rætt inn á BSRB þetta ekki eins og dagskrá, það enginn að pæla þessu Það verður önnur breyting gerst inn í BSRB þú nefndir áðan sameiningu starfsmannafélag ríkis og borgar Já. Og þá allt í einu eitt félag inn í BSRB sem eiginlega helmingur af BSRB sem hefur svona
eiginlega meira ráðandi stöðu inn í BSRB heldur en Eflingin í starfsgrunnsambandinu, hvað svo sem Efling fekk út úr því, það ræður það engu núna. En getur þetta ekki líka verið svona hættulegt að það sé svona eitt sniðmengi sem eiginlega helmingurinn af samtökunum og öðrum finnist þeir vera svona of litlir inn í þessu? Það er ekki líka gætað einhverju svona jafnvægi inn í heildarsamtökunum? Ég held að þetta hafi tvímælust haft áhrif á sko, sem við köllum bæjarstarfsmannafélögin okkar. Þau eru búin að saminast þó nokkuð gegnum tíðina. Þegar ég byrjaði hjá BSRB 2008, það eru 27 aldarfélög, þau eru 19 í dag. Þannig að þetta er svona smátt og smátt að þókast í eitthvað rétta átt og ef við tökum bara eftir sko landsvæðin þá eru við reynda með næstu því eitt stéttarfélag fyrir hvert sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan að borgin er þá inn í samhengi en svo förum við alveg Vesturland og yfir Austurland og þar er Kjölur sem að byrjaði sérst á Akureyri og svo erum við með Foss fyrir Suðurland. Þannig að þetta er svona smám saman að koma. Ég hef smá áhyggjur af því að við endum í einhverju sko landsbyggðar höfuðborgarsvæðisfélögum, þú veist að þetta er líka aftur svona bara hvernig spilast úr hverju sinni, ég held að það væri heldur ekki gott. Við sjáum það í starfsgrunnsambandinu sem skiptist eiginlega átökinir og milli höfuðborgarinnar og landsbyggðarins. Já, og bara, þú veist, þannig að hugsun, eða svona, maður veltir fyrir sko, hvernig gerum við þetta með sem bestum hætti til þess að styrkja okkur sem ekki að búa til svona fleiri ástæður sem að gera okkur ólík, sko. Þú veist, það er náttúrulega mjög mikið bara tónu aðeins öðruvísi líka hjá fólki á landsbyggðinni og þau eru oft meira að horfa til stjórnvalda heldur en við heyrum kannski beint frá okkar félagsfólki á höfuðborgarsvæðinu af því þá er bara hlutir eins og að komast undir hendur sérfræðilækna eða fljúga og hinga til Reykjavíkur og nota álfasíbúðarnar í þar og þetta er allt dýrt og svo framvegis sko. Sigurður, þú nefndir nýfrjálshyggjuna þann. Já. Og það er náttúrulega eitt af einkennum af baráttu BSRB því Ögmundur kom hérna að var að tala verkefnisbaráttu og tímum nýfrjálshygjunar. Að BSRB barðist gegn svona umbreytingu nýfrjálshygjunar á opinbera geiranum. Já, tók virkan þátt í svona hugmyndafræðilegri umræðu það og andófi gegn því. Og kannski hefur það haft bara álíka áhrif á starfsumhverfi og opinbera starfsmanna eiginlega meira heldur flest annað sem er svona að það sé lítið á stofnanina sem fyrirtæki og það er verið að reka út frá svona arðsemi sífellt verið að skera niður og þrengja að og að útvista takmarka sem ríkisins með því að selja fyrirtækið, að leggja niður ákveðnum starfsemi á veru ríkisins og þannig að þetta var að hluta til þetta varnarbarátta opinbera starfsmanna sumileyti. En hún heldur áfram eða ekki? Jú. Þessi barátta. Það er rosalega varnarbarátta. Þið eru að verja vinnustöðina jafnhliða sem er að fara fram á betri kjör. En undir samt sko merkjum almanna hagsmuna og það er kannski mjög mikilvægt að þetta var rekið alltaf undir þeim svona merkimiða að það væri verið að verja almennréttindi allra landsmanna og þá svona dettur mér annað í hug að verkalýðssamtök víða og nú er þetta orðið þannig á Norðurlöndunum líka að þegar kosningar nálgast að þá setja verkalýðssambönd oft upp kröfur, pólitískar kröfur, samfélagslega kröfur og segja svo við mælumst til þess að félagar okkar kjósi þá flokka sem að taka undir og vilja berjast fyrir þessum málefnum. Þetta verður ekki verið svo áberandi hér á Íslandi, til dæmis að fara í svona auglýsingaherferðir. Þetta hefur þó komið fyrir aðeins og þá hafa ákveðin hægri öfl brugðist mjög ókvæða við að verið að nota peninga almennings sem borgaðar eru í verkalýðsfélögin til þess að fara í stjórnmálabaráttu. En sjá ekkert athugavert í það að fyrirtæki hér á landi sé að borga stóra peninga til þess að hafa áhrif á stjórnmálum með sama hætti. Og verslunaráð og önnur samtök atvinnurekenda eyði ómældum peningum í alls konar áráðastarfsemi. Hvað segir þú? Þið hafið eitthvað gert af þessu í BSRB? Já, og fengum þessar gusur yfir okkur, eins og í ritstjórnarpislum og svona fyrir að einfalda bara að vera í pólitískum áróðri fyrir hönd félagsfólks og ég held að sko
Já, kannski ekki margir, það ekki hægt að segja að það sé sko mainstream að fylgjast með því sem að Hildarsamtök launafólks að gera. En það sem við gerum að, ég meina, öll þessi samtök eru með sín þing og þar setja þessi sína stefnu. Það eru bara þeirra markmið til einhverja næstu 2 eða 3 ára eftir hvað mikið bil á milli þinga. Og hjá ASÍ og BSRB að þá erum við allt þarna undir, þú veist, þá erum við að tala lífsgæði fólks í stórum eða víðum skilningi, þannig að við erum að tala húsnæðismál og heilbrigðismál og þar erum við bara mjög samstíga í öllu, hvort sem þú veist, það eru barnabætur eða jafnrétti eða þú veist, þetta er miklu meira líkara stefnumálum stjórnmálaflokka heldur en kannski fólk oft myndi ímynda sér. Þannig að þegar við erum að setja fram þessar kröfur, þá erum við að setja þar fram á grundvelli þessara verkalýðspólitísku samstöðu innan okkar samtaka að svona eigum að sækja fram. Þetta hefur líka komið svona býsna fljótt upp þegar við höfum til dæmis við höfum gert svona kannanir á vilja almennings til einkavæðingar í heilbrigðisþjónustu, í menntamálum og svo framvegis. En það vegna þess að við erum alltaf að byggja á þessari stefnu. Þannig að ég hef stundum heyrt því, ég bara verið afgreitt þannig að ég sé bara einhver vinstri kelling og ég sé ekki að tala fyrir hönd félagsfólks aðildarfélagana, en þá ég alltaf að tala á grundvelli þessara stefnu til þess að fylgja því eftir. Það ekkert að því að vera vinstri kelling? Nei, það líka ógeðslega, ég veist bara þetta ógeðslega fyndið eins og þetta sé eitthvað blótsýrði sko, en ég náttúrulega líka verið akkurat sem feministi eins og blótsýrði, þannig að þú veist það er svona hluta af þessu. En sko það sem er ólíkt með okkur og eins og við tökum ASÍ samtökin og hinn Norðurlöndunum, að sum þeirra, þau eru beinleinis búin að lýsa því yfir að þau eru í nánu samstarfi og þau styðja sósíaldemókrata. Og það hefur ekki verið farin svo leið hér á Íslandi og ég held að það hafi verið farsælt af því að hlutverk okkar alltaf að vera í smá stjórnarandstöðu, alveg sama svona hverju ráða, hverju sinni sko. Af því að við höfum alveg fundið það gegnum tíðina þó að það séu svona félagshyggju flokkar á þingi eða í ríkisstjórn og þá auðvitað þeir út komin á þennan stað og þá þarf einhvern veginn að taka ákvarðanir og forgangsraða, þá er þetta ekki alltaf eins og við viljum. Og þá finnst mér óþolandi að vera einhvern veginn, ég væri sko först upp við armöðunum og þyrst að blessa allt sko. Og þau eru svolítið þar og ég held að það hafi áhrif af því það sko þáttaka í stéttarfélögum og hinn Norðurlöndunum ekki jafn há eins á Íslandi. Ég held að þetta sé einn angi af því sem hefur áhrif. Að þú getur ekkert, þú veist, það bara fólk í öllum flokkum innan aðildarfélag BSRB og innan aðildarfélag ASÍ og BHM og svo framvegis. En þau eru að sameinast þessa verkalýðspólitísku afstöðu og það held ég sé mikilvægt. Já, einmitt. En dæmið sem Sigurður tók þannig að verkalýðshreyfingin myndi leggja fram einhverja stefnu. Já, og hún var skýr og var að hvetja flokka til þess að taka það upp og líklega með vonum það að þegar þeir mæti í einhver debatt að þá þessu spurður að því hafið þið tekið upp húsnæðisstefnu verkalýðshreyfinguna, styðið hana til þess að hafa svona áhrif. Þannig að það er hægt að gera þetta á þess að sko spyrða sig upp við. En við höfum oft gert þetta og síðast trommuðum við upp í heilbrigðismálin, þú veist, fyrir alþingiskosningarnar og það endaði einhvern veginn þannig að, ég ætla ekki að segja, þú veist, það voru fleiri í því og líka ASÍ, en það endaði einhvern veginn þannig, allir stjórnmálaflokkarnir voru að tala um heilbrigðismál, en það voru allir að passa sig á því að segja bara akkurat ekki neitt. Og töluðu þvers og kruss, sko, því að þetta var svo breytt, að einn gat fara að tala um geðheilbrigðismál í Reykjavík, annar gat fara að tala um fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Og það var eiginlega engin glóra í umræðinni fyrir kosningarnar heilbrigðismál. Nei, menna þú sást heldur enga munaðum eftir alveg sama hvort það var hægri eða vinstri eða miðja, það var allir í einhverju svona móði að þau ætluðu ekki að styggja neitt, heldur bara að fá alla til þess að kjósa sig. Í staðan fyrir að segja bara gung-hó, heyrðu, við viljum ekki frekar einkavæðingu eða við viljum frekar einkavæðingu og það hefur áhrif á kjósendur. Það hefði kannski getað ef að ASÍ og BSRB hefðu komið með stefnuna og þá hefði verið að ganga á stjórnmálaflokkan og spurt eru þið fylgjandi þessari stefnu sem að felst í engin engavæðing, uppbygging heilbrigðisþjónustu út á landi og þetta eitthvað. Við erum líka reynt þetta þessu einhvern tímann í kringum þegar við vorum að reyna að lengja fæðingarorlofið, þá sendu út svona spurningalista og þó þetta væri bara svona já, nei, það var merkilegt hvað þau reynda að koma sér undan svör og kom bara með skrifleg svör og það er bara af hverju vilt ekki bara segja nákvæmlega eins og hver stefnan og ef hún ekki alveg svona að fullu útlistuð því að við ekki tekið það samtalaðilega vel í baklandir, þá þarf líka bara að segja það. En þá kannski bara hver og einn frambjóðandi að segja sína afstöðu. En þú veist að tala um þingin sem að eru lýðræðsleg þing, bæði BSRB og Alþýðusambandsins. Lítur á að þetta sé mikilvægur þáttur í svona uppbyggingu lýðræðisins, að þarna sé mótuð stefna og henni sé fylgt eftir að þessi þing í þessum lýðræðslegu félögum hafi
mótandi áhrif á stjórnmálumræðina? Já, ég meina þetta grundvöllur alls sem að BSRB gerir. Þetta bara okkar plattform og leiðarljós og bara svona stundu hvað þú vilda biblíuna. Hún þetta almennt orðið að þýleitinu til að þú veist maður þarf að geta brugðist við ólíkum aðstæðum en við stöndum alltaf á þessari kjölfestu. Og mér finnst ótrúlega mikilvægt og ég vildi þú veist að ég kemist oftar í það og við hjá BSRB bara að heimsækja félögin og hitta félagsfólk en í staðin erum við kannski að fá fréttirnar af fundum í gegnum formuna, þetta svona afleitt en þú veist það grundvöllur okkar starfsemi, það að bæta lífsgæði okkar félagsfólks og við verðum þá að vita hverjar aðstæðnar eru og hvað brennur á þeim hverju sinni og reynum að vera iðin við að safna því saman en það sem ég finnst svo sterkt við það líka, ég meina það oft svona átök að koma sér saman hugmyndafræði og skiljanlega, það á að vera það. Lýðræðið átök. Já, lýðræðið átök, en mér finnst sko, BSRB-þinginu alltaf þannig að ég kem fíl eld út af þeim og þú veist, bara fulla baráttu þreki, af því að þú veist, það alltaf mikil bjartsýni og það mikil svona von í lofti en það líka svo ótrúlega rík og þétt samstaða. Þú veist, við getum tekist á, við getum verið ósammála en við erum samt alltaf að finna einhverja lendingu sem við ætlum að standa saman á af því við vitum að það skilar okkur sem best áfram. Ég held að sé raunverulega mörguleiti öflugri hugmyndavinna inn í verkefnishreyfingunni heldur en langflestum stjórnmálaflokkum sem að mikið til hafa gefist upp á þessari svona grasrótarvinnu þar sem að stefnan kemur innan á grasrótunni oft eru línuna lagðar af einhverjum PR-ráðgjöfum fámennri fórystu í samstarfi við auglýsingastofu auglýsingastofu því miður, það var þannig sko. Já, það kannski það tvennt sem að mér langaði til þess að halda áfram með þér núna að það eru sko hugmyndir sem hafa nýlega komið fram núna að selja ekki Keflavíkurflugvöll og flugstöðina og alla flugvöll í kringum landið sem að hægt að selja í hvers þáu spurning og hvað myndi BSRB segja við því? BSRB myndi náttúrulega bara almennt hafna þessum sjónarmiðum það náttúrulega mjög mikil hætta þegar svona þrengir eins og gerir núna að það að fara að selja frá okkur eitthvað og ég meina við sjáum það hefur náttúrulega verið stöðu barátta og Ögmundur eflaust farið við það við erum þú veist ennþá að reyna að verja heita vatnið okkar og það svo margt þarna undir sko miða við spár aukningu á túrisma og líka bara heilt yfir ef við seljum flugvöllin fara á okkur hver að fara að fá hann þú veist, þegar við höfum svona reynslu af þessu líka sem að svona eimir að því að það sé einhverju útvaldir sem það bara fara að græða á því þú veist, þetta náttúrulega bara það þjóðar öryggindir í þessum flugvelli, það svo margt sem að við þyrftum að athuga sérstaklega, þetta ekki bara svona viðskipta sjónarmið þarna baki, þú veist, þetta eini flugvellur okkar inn út úr landinu og svo erum við með skip en það bara ekki með sama hætti. Þannig að ég held að svarið sé bara þvert nei. Ég verða að viðurkenna samt að því ég aðeins búin að vera aflökuð þarna inn í þessum helli í kjarasamningsviðræðunum að ég hef ekki séð þróun á þessu samtali. Nei, það varðið ekkert samtal held ég því að þetta svolítið eins og með einkavæðinguna í heilbrigðiskerfinu þá þorir enginn að segja þetta upphátt. En menn lauma þessu út annað munnvikið svona. Að pröfa hvernig hugmyndin og athuga hvernig viðbröðin verða. Það sé alveg rétt sko. Það var svona OHF sem heldur utan svæðið þarna kring. Það stjórn þar sem að fór út í samkeppni þróun á svæðinu í kringu Keflavíkurflugvöll á evrópska efnahagssvæðinu og þar var hollenskt skipulags fyrirtæki sem að vann sem hugmyndum að byggja þarna upp fyrir 134 milljarða á næstunni að því að við vorum að tala svona OHF þá virkar það líka þannig að það eru stjórnir yfir þeim sem að geta tekið svona ákvarðanir. Allt í komið í gang ráðagerðir uppbyggingu í kringum Keflavíkurflugvöll upp á 184 milljarða og þetta var aldrei lagt fyrir þing eða ég veit að ég að draga aðeins draga eitthvað svona anga út úr þessu en svona virka OHF-in líka að ákvarðanatakan í samfélaginu verður orðin svo óljós og langt frá lýðræðislegum vettvangi. Og þá kannski verða til einhver öfl sem að vilja ganga ennþá lengra og koma þessu í algjöra einkavæðingu eða einkavinavæðingu eins og stundum hættu því og einmitt þú veist þessi hugmyndafræði bara þú veist að markaðurinn sé alltaf besta lausnin þú veist að taka það þangað yfir ég hef ágjörð því bara heilt yfir ég mynd tökur líka bara umræðan að varðandi sko strætó þú veist það svo
eins og strætó að fara að standa undir sér. Almenningssamgöngur voru ekki gerða til þess að vera eitthvað hagnaðartæki fyrir sveitarfélögin, sko. Þetta er auðvitað gert til þess að tryggja það að fólk getur komist á milli staða, á vistvænni máta. Það er aðalega lágtekjufólk sem að þarf á þess að halda. Þannig að þetta er líka ákveðin aðgerð í þá átt, sko. Þannig að það er skekkja í hugmyndafræðinni eins og við ræddum án og það hefur áhrif á allt, þannig að það er mikil varnarbarátta við að tryggja að það sé ekki bara allt selt frá okkur og við stöndum uppi með ekki neitt. Ég meina ef að við hefum verið búin að vera einkavæða alla heilbrigðisþjónustuna, bara eins og hefur verið gert víða annar staðar, ég held að heimsfaraldurinn hljóta að hafa dregið það fram hvaða áhrif það hefði haft, í þeim efnum. Við hefðum ekki náð að vera svona samstilt, við hefðum ekki náð þó þessum tökum á faraldrinum og svo framvegis, en ég óttast að líka mjög mikið, sko, hvað það er síðan sjaldan litið til svona staðreinda, að það er bara að því að það er einhverju sem að hafa atvinni á því að einhvern veginn að slá ryki í augu fólks, hvað það varðar. Ég var meðal annars haldið fram út af atvinnuleysi sem að kom þegar sloknaði á ferðaþjónustunni, að þá hækkaði hlutfall opinberra starfsmanna af vinnuaflinu, því að atvinnuleysi var mest hjá einkafyrirtækjum og þá var verið að tala að það væri bara hættuleg þróun, að væri ekki verðmætasköpun hjá þeim sem innu hjá hinu opinberra, verðmætasköpunin væri öll hjá þeim sem innu hjá einkafyrirtækjum og þeir sem innu hjá hinu opinberra væru eins konar afætur sem að lifðu á hinum. Þessi umræða bara jógst eftir COVID, sko. Já, og það er náttúrulega, ég meina þetta er bara ákveðin taktík af gaslýsingu, sko, að ná einhvern veginn fram þessu sjónarhorni. Í fyrsta lagi náttúrulega þetta, við tökum bara, horfum á heiminn í kringum okkur og þá eru allar framlínustéttir, eða í svona flestallu löndum eru framlínustéttir í verkföllum, er að krefjast leiðréttingar launa sinna og ná upp í verðbólguna. Þeir eru með miklu hærri kröfur heldur en þau hafa verið með alla jafna. Og hérna er einhvern veginn bara verkefni það að reyna að fá þá allavega svona sanngjarna yfirfærslu á niðurstu almenna vinnumarkaðins yfir opinbera vinnumarkaðin í þessum sömu aðstæðum. Það voru eiginlega nánast engar stéttir sem að fengu, sko, COVID álag þrátt fyrir allt sem að þau stóðu frammi fyrir. Og ég meina, ég held að maður geti ekki annað en tekið smá hattinn ofan bara fyrir, hagsmunasamtökum atvinnureka að hafa náð að snúa á umræðinu þangað. Af því að staðreyndin er svo að það er bæði mannekla og það er aukin þörf og opinberu starfsmönnum til framtíðar af því okkur er að fjölga en líka þegar við verum að verða eldri. Þannig að umræðan á ekki bara að snúast það eins og þessi eitthvað skaðræði á opinberu starfsmennu fjölgi, því að það er náttúrulega svona undir rósverð að gefa til kynna að þau sitja allir og nægi blýantana sína, en ef þú horfir svona heilt yfir á opinbera vinnumarkaða þá er ábygglega í kringum svona 40-50% sem er bara í líkamlegum störfum allan daginn, skilur. Þetta er ekki skrifstofufólk og ég er ekki að segja að það sé síður mikilvægt að það er einhverja skipuleika starfsemi og afgreiða alls konar hluti, en þetta er hluti af þessu vanmati. Þannig að ég held að við erum fyrsta legi sem þjóða átt okkar því að okkur vantar fleira fólk til vinnu í opinberum geira. Það þarf líka að fjölga, sko, áætlunum hversu margir er að sinna þessum störfum af því að fólk upplifir ennþá eftir hrunið 2008 þessu að hlaupa allt og hratt í vinnunni. Það þarf að laga launið þeirra og það er svo margt annað. En í staðin erum við bara einhvern veginn í þessari baráttu og jafnvel komin út umræðum það hvort að þú sérst að standa undir þig sjálfur eða ekki ef að þú ert að starfa sem opinber starfsmaður. Það er eins og bætir þjóðarhag ef þú hættur á Landspítalanum og ferð að vinna á klínikinni. Já, einmitt. Skrítin rök. Það er svolítið undarleg rök, já, að allt sem að viðheldur samfélaginu og þjóðinni sjálfri, að það séu störf sem að séu tekin af, verðmæti sem eru tekin af einhverjum öðrum. Já, þetta sé alltaf útgjöld, sko, en ekki og aftur erum við komin í hugmyndafræðina og bak við hlutina kannski og nú BSRB sem svona heildarsamtök, stórs hluta opinberra starfsmanna eru auðvitað baráttu tæki og þess vegna skiptir máli hvað þau segja í þessu sambandi og hafa sagt auðvitað síðustu áratugi. Og eitt af þeim málum sem brenna núna á okkur í umræðinu, það eru húsnæðismálin og þar hefur BSRB sagt sitt og BSRB og það hefur verið samstarf, en manni finnst eins og þetta sé svo lítið
Bjarg og félagsleg úrræði, ekki komið tími til að einbeita sig bara að því að taka fullt af peningum úr lífeyrissjóðum eða einhver staðar og setja í þessi mál félagslegt húsnæðiskerfi að byggja upp og nýtt? Já, það náttúrulega hlutaði, ég meina þegar að sú staða kemur upp að kannski, og það fyrir mína tíð að ASÍ og BSÍB samanast það ljóst að stjórnvöld ekki að fara að gera neitt þess að byggja undir félagslegt húsnæði, þannig að við ætlum bara að taka þetta í ein hendur og ákveða þá að stofna Bjarg og þetta verkefni hefur gengið lygilega vel, það verður bara segjast og segjar því að það tekur tíma að koma húsnæði upp frá hugmynd að húsi og ótrúlega stolt af þessu verkefni og það mjög gefandi að tala við leigjendur þar sem hafa verið að koma úr ævintýrlega hárri leigu og komast inn í þetta og finna sér ákveðið skjól og en vesenið við húsnæðismarkaðinn eins og ég sagði áðan að það tekur tíma að byggja upp og ég held að við höfum náð mjög nærri okkar markmiðum í þessum síðustu yfirlýsingum varðandi húsnæðismál, en vesen að við munum ekki sjá afur þess fyrir einhverjum árum liðnum. Það líka svona hluta vandanum að hvort það sé nægilega mikið að fólk geta að starfa í byggingageiranum hér á landi, þannig að jafnvel þó að vera með fjármagnið að þá myndi það mögulega ekki gerast hraðar. En það sem við vildum líka gera að því að Bjarg þá stofnað og stjórnvöld setja inn stoppframlög í þetta er svona félagslegum grunni, þannig að þau leggja eitthvað til við uppbygginguna og svo reyndar að borga tilbaka, það lengri saga, einhverjum árum setna, en þá bara einskorða við tekjulægsta hópinn og það ákveðin tekjuviðmið þarna. Og þá hafa ASÍ og BSÍB hortið þess að við viljum búa til Blæ, sem systurfélag Bjargs, sem myndi taka við þar sem að þessum tekjumörkum hjá Bjargi sleppir. Og ná betur utan meðaltekjuhópin okkar til þess að geta boðið upp á sambarlegt. Og þá, eins og þú ert líklega svona hinta að, fjármögnunin svona stærsta áskorunin, hvað gerum við þá? Því að þar eru ekki með þennan svona startkostnað eins og við fáum frá ríki og sveitarfélögum í Bjargi. Það hefur verið talsverð umræða það hvernig lífeyrissjóðirnir að koma að þessu. Það hefur verið umræða þetta líka við stjórnvöld og ég svona upplifa að margir átti sig á þessu tækifæri. Og það svona í vinnslu að reyna að samfara lífeyrissjóðina ágæti þessara hugmyndar af því það gerir þetta bara mjög margir lífeyrissjóðir annar staðar og Ólafur Margeirsson hefur verið duglegur að bæði fjalla með opinberlega og hjá ykkur og svona aðstoða okkur í samtölum við stjórnvöld. Þannig að ég bara bind vonir við það að þetta komi, en þetta svona eitt af þessum verkefnum það þarf bara einhver að taka þessa ákvörðun og það náttúrulega verið að reyna að þrýsta á það. Og ég bind vonir við það að einhver allir bara að fara taka það af skarið. Og þetta verður að nást í næstu samningum þegar þessum skammtímasamningum. Það verður ekkert beðið lengur. Þá ekki einhver hagur á því að stilla ykkur saman? Það snjallt að opinbera fólki komi hálfu ári, 8 mánuðum eftir almenna markaðnum? Yfirleitt út af þessu að ná allum saman með sömu kröfur kakvað stjórnvöldum. Já, yfirleitt hefur ekki tekist að semja strax á almennu vinnumarkaði, þannig að það hefur kannski ekki verið alltaf svona brjálæslega langt bil á milli eins og núna að þau eru að fá launahækkanir frá 1. nóvember og okkar fólk þá að fá frá 1. maí að þegar samningarnir renna út í lok mars, þannig að þú ert með apríl undir og svo laun og útborgun í maí og það náttúrulega það mjög erfitt, sérstaklega í þessu ástandi og það bara mjög margir, eða miklu fleiri sem að hringja heldur en vanalega og segja byrju halló, hvað þessar launahækkanir, við náum ekki endum saman. Ég meina, við höfum oft samstillt okkur kröfur og undirbyggt þær og ASÍ hefur lagt fram svona á stjórnvöld og stundu höfum við eitthvað komið og þetta okkar kröfur sem að þið voru svona ekki að velta fyrir okkur eða þá eitthvað sem okkur fannst svona þurfa að þyngja, þannig að það líka hægt að taka í þannig samspili. Þetta kostur að þið séu ekki alveg saman? Gæti verið stundum, það ættu bara að fá auka bita af kökunni í sumum tilfellum, af því við getum samt alltaf staðið saman það, þó að kjarasamningarnir sé ekki lausar. Það verður náttúrulega að leysa húsnæðismarkaðinn, hann algjör hryllingur. Já, þannig það. Nú reiknum við með því að það verði samningar, skammtíma samningar, alveg á næstunni.
það er nú ekki... Hvort það eru dagar eða ég myndi ekki endilega veðja á það. Það er nú erfitt að segja það sem ég var að segja að við erum að taka þetta upp tvekja það fyrir það. Kannski búið að semja þar þátturinn er. Því að sko samningarnir voru gerðir í nóvember. Þeir verða alltaf ókræsilegri eftir því sem að sko verðbólgan eykst, vextirnir hækka. Já, það verða minna eftir á þeim. Og það sem að ríkisstjórnin kastaði í þá samninga, verðmæti hækkunar á húsnæðisbótum, persónuafslættinum, þetta allt brunnið upp. Þetta umverulega, ég vorkenni eða ég öfunda ekki Sonju og félaga að reyna að ná samningum á grunni samninga þar sem að forsetunar eru brostnar. En viðsemjendunni telja samt að eigi að semja óbreytta samninga. Og telja sko jafnvel að þessu jafnvel í verri stöðu, af því að þú veist, nú sé bara meiri krafa stöðuleika og maður er að finna til með þeim, já, ekki ykkur. Og bara auðvitað þarf þetta launafólk að axla eitt ábyrgðina á stöðuleikunum blessaða, en ekki þeir sem eru að láta launakostnaði fara beint út í verðlag eða álíka sko. Ég held þetta verði fyrir sagnfræðinga verði þetta flokkað meðal snúnar í samninga. Já, en ég er meira spenntur fyrir sko næsta hálfa til 1 ári. Og langar þess vegna að biðja þig aðeins að spá eftir þessa skammtímasamninga og við erum búin að fjalla hérna öll óleystu málin, bæði gagnvart stjórnvöldum, gagnvart lífskjörunum í landinu, samninga skipulaginu og verkalýðshreyfingunni. Sko verður ekki bara mikið að vera næstu 9 mánuðina? Ég ætla að vona það og ég ætla að leggja mitt að mörkum til þess að svo verði, af því að ég held að við séum komið bara í ákveði gjaldþrot með hugmyndafræði hérna á Íslandi og við finnum það bara svona. Ég meina þetta einhvern veginn kraumandi undir niður og þetta hefur áhrif á bara hvernig fólki líður almennt og ef að verkalýðshreyfingin getur ekki búið til einhverja von í brjósti fólks að verði einhverja breytingar hérna, að sé einhver hugmyndafræði sem við getum saminast og ná þannig fram betra samfélagi, þá veit ég ekki alveg hver allar að gera það. Þannig að mér finnst mikilvægt og ég vonast til þess að við verðum samstiltari og tölum meira saman og svona já, að fólk sjá gæðin í því en þetta sé ekki sko að því þó þú sé sagnfræðingur þá allavega, þú veist, það eru margir sem horfa til þess að nafni þeirra verið skrifað í sögubækurnar. Mér finnst það ekki vera markmið hreyfingarinnar. Mér finnst að hreyfingin að vera markmið að við séum samstilt og saman í þessu. Þannig að það líka hluta þessu samtali sem þarf að fara fram. Er þetta ekki loka orðin hjá okkur? Þetta var góð loka skilaboð. Sonja, gerði ekki fyrir að koma til okkar. Og ég þakka líka hlustundu fyrir að staldra hérna við. Þetta næstsíðasti þátturinn af samtali á sunnudegi verkefnismál sem búið að vera góð sirpa hjá þér, Sigurður. Já, okkur og öllum hinum. Við ætlum að enda á einu þætti þar sem við drögum saman lærdóminn af því við erum náttúrulega búin að sitja hér á skólabekk með þeim sem að vinna út á agrinum og fræðafólki. Þannig við ætlum að draga saman lærdóminn af þessu þáttum. Já, það er gott að skoða í hugsin og sjá hverju við höfum náð fram hér. Já, og það verður síðasti þátturinn af samtali á sunnudegi verkefnismál sem verður á næsta sunnudegi. Svo eftir páska að þá munum við verða með aðra sirpu, samtala á sunnudegi aðra hluti. En ég þakka Sonju aftur kærlega fyrir og ykkur fyrir sem að hlustið og segi góða helgi.